Það verður nokkuð öruggur sigur á ÍR hér í dag. Hvað það var nú svona bara nokkuð örugt hjá okkur eða ekki? Jú, mér fannst við svona að gera nóg sko. Já. En samanskapið fannst mér svona, það minnti mig svolítið á vestraleikinn hérna daginn sem mér fannst okkur svona mislæðar hendur og vorum að klára illa sérstaklega dag í kringum körfuna. Mér fannst það svona smá kannski einbeitingarskortur þegar þeir voru komin í einhverju stumi yfir að bara fara inn og klára. Fóru svolítið fljótir að fara að horfa að finna einhverja aðra vannkanta heldur en okkar sjálfu, fara að horfa á dómarana eða eitthvað annað sko, sem var algjör óþarfi. Mér bara fannst það svona kannski það helst sem ég tek svo slæmt úr leiknum að maður ekki vera svona linir þegar það kemur smá högg á okkur. Já, eins og þú segir, þeir eru komin einhverjum tæpi 20 stigum yfir og hleypir þeim samt svona lefið þeim að vera með alveg fram í 4. leiklutan í raun og veru sko. Já, ég er líka bara gott lið og maður fann líka svona, þessi ferski kraftur sem kemur oft þegar nýr þjálfari og maður sér strax að svona ákveðnir hluti sem maður hefur séð hjá Frikka gegnum tíðina sem maður sá þann bara strax á liðinu, koma svona þetta flæði sem að einkennir hann svo vel og verður gaman að fylgjast með honum þar, en ég held að vanta kannski svona aðeins meiri killir í okkur. Við má lega á okkur svona fyrir full það sem við auðvitað körfur hana á köflum. Ykkar lið, Valsliðið, þeir eru að vinna leikinn núna og eru svona einhvern veginn að sigla upp töfluna þrátt fyrir að vera ekki með Bandaríkjamann í liðinu og fleira. Hvernig finnst þér gengið hafa verið síðustu vikur? Er þetta á uppliðið eða? Já, ég minnst vera svona stígandi í leiknum sem minnst svona allan að vera komið smá svona meiri rytm í það sem við erum að gera og minnst vera að fá fleiri við svona vinnur þjálfara. Það er ennþá svona langir kaflar þar sem við svona förum frá ákveðnir hlutum sem við viljum gera en það er svona fylgja því þegar við erum að reyna að hleypa flæðinu og reyna að hlaupa aðeins hraðar. En ég held að þetta er process eins og hann segir út í Bandaríkjunum, þannig að við þurfum bara að halda áfram að einbeita okkur og bæta okkur degi fyrir dags. Klárlega með hæfileikaríkan hóp en nú eru nokkru dagar í að leikmannagluginn lokið. Sérðu þeir að Valur gera einhverjar breytingar, bæta einhverju við eða eitthvað svona? Ég bara, auðvitað er svo alltaf við erum að skoða, ég held að allir séu að skoða sín mál en ég held að ég er ánægður með hópinu sem er í dag og mér finnst að búa meiri í honum heldur en við náum að sýna. Þannig að eins og staðinn núna þá einbeitum okkur bara því að þjálfa þetta lið og bæta og reyna að finna fleiri. Mér finnst við eigum nokkra hauka hérna horni í liðinu og þurfum að reyna að virkja það betur. Talandi að eiga hauka í horni í liðinu, það hefur nú verið stígandi hjá bara eins og Pavel og Kári hefur að koma inn og fleira sko. Klálega sko, þetta er svona... Er að verða betri? Já, rytminn að koma og þetta er náttúrulega töluverðar breytingar í liðinu og allt þetta og Kári kemur seint inn í undirbúningstímabilið og við kannski svona reyna að þróa okkur eitthvað stíl, við erum svona að reyna að búa til eitthvað identity fyrir okkur sem að kannski hefur tekið aðeins lengri tíma en við vorum vonast eftir. En meðan við náum allavega að tvinna saman svona góð mómenti þess að við náum að sýna og við náum að sýna í stið leiknum þá getur maður ekki annað að bjarsýta en eins og deildin er þetta skrimsli sem hún er þá þurfum við bara að spýta í lófana þessu öllum. Keflavík í næsta leik, þeir eru bara spenntið fyrir því vantilega? Já, við erum að svaka útivallarúntur þessi leið sem við mætti í þessu fyrir landsleikjapásuna. Léleg framhaldstap á Króknum og í Njarðvík og fín aftur mútið í Garðabænum síðasta leik, þannig að það verður óskandi að fara inn í fríu með eitt sigur viðbót en það verður gríðarlega erfitt og við vitum alveg hvernig Keflavík er þegar mest á reyni þá er þau gríðarlega erfiðir og við þurfum að hendi í svakalega leik og við ætlum okkur að vinna það. Róbert, takk, gangi þér.